Kolbrún Bergþórsdóttir, velkomin. Takk fyrir. Og frábært að fá þig. Já, gaman að koma. Þú ert ekki á Facebook? Nei, ég er ekki á neinu samfélagsmiðlum. Nei. Ég bara með tölvupost. Já, ok. Var með 2 telefónsnetfang en þegar maður er rekin úr vinnu, sem er allt í lagi, og bara fínum að, ég er í góðum málum. En það sem hann bregður svo við, er að netfangi manns tekið úr sambandi. Það fær ekki einu svona að vera 1 dag eða 2 daga, svo einhver getur sagt, ég saknaði þín, mér finnst þú æðisleg. Það er bara eins og mann hafi verið eitt. Nákvæmlega, ég sendiði post Já. og ég fekk hann bara strax í hausinn aftur og það var eins og, þú fengi bara ekki einu sinni aðeins að Nei, svona aðeins að njóta mín og vera fórnalamb, sko. Já, nei. En í staðið, þá bara skrifaði ég minningagreinu þig. Ég heyrði, hún var lesin fyrir mjög dögunum, þakka þér fyrir, það var nú eiginlega ástæðan fyrir því að kom. Ég hugsaði, ég skuld honum. Já, er það rétt að leiðin sem maður skrifir eitthvað fallega eitthvað og þá skuldar að maður kemur í opinskátt og einlægt viðtal. En sko, eitt af því sem ég sagði, þú ert búin helstu kostum blaðmanns og þú þetta þóla þetta, sko, það er erfitt að vera hrósað, en ég sagði líka, hún er sjálfstæð, kjarkmikil, klár, forvitin, áhugasöm, ástríður fyrir starfin og kann það upp á 10 fingur, nota tungumál og einstakann hátt, getur verið hárbeitt, fyndin, en án þess að hæðast og niðurlægja. Getur þú tekið undir þetta? Ég sé bara no comment, þetta er bara þín sín. Já. Já. En þú hefur ekkert gaman að hæðast að fólki eða niðurlægja það? Nei, ég er bara ekki þannig gerð. Nei. Ég held einu ástæðan náttúrulega svo að ég var snemma læs og las og þá sem að lestu gerir, hann eflir samkennd með öðrum. Þú getur átt svo auðvitað með að setja því í spor annara og þeirra sem að einmitt gera mistök og þurfa að þjást. Já, akkurat. Við ætlum að tala um alls konar málum, við ætlum að tala um borgarmálum, við höfum aldrei gaman af fólki og persónum og leikandum í öllu þessu og nú er framöndan til dæmis slagur í samfélkingunni, Pétur Martins og Heiða Björg. Hvernig lestu í stöðuna þar? Sko, það er alveg ljóst að Pétur hann er frambjóðandi Kristrúnar og nýju samfélkingarinnar. Sko, vandamál Heiðu er að hún er of tengt við gömlu samfélkinguna og það er óskapleg þreyta, finnst mér verið í borginni, gagvart meirihlutanum og gagvart því sem hefur verið að gerast síðustu árin og líka þessi hræðilega uppeldisstarfsemi, þegar stjórnmálaflokkar fara að ala fólk þá sýna þeir sína verstu hlið og þetta er allt gert eins og það er sagt svona, við viljum ykkur vel en borgin þolir ekki alla þessa bíla, þið verða að fara í strætó, þið viljið ekki fara í strætó. En við vitum að ykkur er fyrir best að fara í strætó. Þess vegna verðum við að taka bílastæðin frá ykkur og þrengja göturnar. Og þið munið átt ykkur á því eftir 20-30 ár að þetta var ykkur fyrir bestu. Og þetta er hræðileg pólitík. Þetta er hræðileg pólitík. Og þetta er svo dæmigert fyrir vinstrimenn. Og þetta er alltaf verið að tala einhvern veginn yfir þig, að þú skilir ekki alveg hlutina. Akkurat. Og líka það að það er ekki einhvern veginn verið að treysta tilfinningunni þinni. Nei. Við höfum til dæmis öll skoðanir á einhverjum húsum sem hafa verið byggð hérna, hvort það er Hafnartorg eða hvað það er og maður upplifir stundum að sá sem að gagnrýnir til dæmis það er framkvæmdir, hann er bara stimplaði hægri maður. Akkurat. En vinstri maður ef hann heillast að því og við höfum einhvern veginn náð að smekkur orðin einhver pólitísk afstafa. Já, einmitt. Þetta er líka við Reykjavíkurflugvöll. Ég var fyrir mörgum árum. Þá sagði ég við einhverja vinstri menn og ég var tengt samfélkingunni eða ég er svona alþýðuflokkur samfélking og ég sagði, akkur ætti flugvöllun að fara hann á fínum stað og það datt af þeim andlitið af því að þetta var ekki afstaðan sem manneska sem að tengdi samfélkingunni ætti að hafa og það er eins með þessi hræðilegu hús Reykjavík er að verða svo ljót og ég hefði viljað að bókinas Andras Næs sem að fjallar einmitt þetta hefði farið inn á hvert einasta heimili og hún er á að vera skyldu lesning fyrir borgarfulltrúa. Það er alveg gaman að því þegar menn svo Páll Líndal, umhverfissálfræðingur, Magnús Skúlason, fleiri sem hafa verið að benda á það, sérstaklega eins og Magnús Skúla talar að við ættum að byggja 3 hæðir og ef 4. hæðin er að brjóta hann aðeins, þannig að við séum alltaf að hugsa birtu og þessa líðan og svo erum við á móti með að okkur vanti svo mikið á húsnæði. Já. Og þá er spurning, hvað þrýstir okkur áfram í, getum við ekkert sagt bara, heyrðu nei, við förum ekki á meiri hraða en við ráðum við. Heldur að það sé hægt? Heldur að það virki sem bara pólitísk afstaða
í þessu ástandi þar sem þarf bara húsnæði? Sko, það sem ég vildi segja var bara einhvern veginn sko meiri heiðarleiki í stjórnmálum og sko þú veist alltaf hvað vinstri manneskjurnar segja, þú veist alltaf hvað samfylkingi segja og hvað sjálfstæðisflokkurinn sko og mér svo skrýta mig ekki tala um það að við þurfum byggja fallega borg af því að fallegt, það er bara smekkur og sko það var nú byggt á móti mér hérna á Bergþórugötunni og ég fyrstist miklum kvíða svo slapp þetta því húsið var ekki mjög hátt en sko ég gæti ekki treyst ég gæti ekki treyst í að þetta yrði í lagi og ég var viss að þetta yrði hræðilegt og svo að þetta komið og það hefði verið betra að hafa þetta ekki þá er maður samt svo fegin, maður hugsa, þetta er ekki verið þetta er allt í lagi Þannig að í rauninni er betra að segja við fólk við ætlum að byggja 10 hæða blokkamóti það er bara gamla trikkið að afbjóða þér og þá er svo sáttur við að fá afslátt en það er líka sko þessi hérna hugmynd sem að er að koma meira og meira fram að ljósmagn og líðan og annað í þeimtúr en samt finnst mér á endanum aldrei pláss fyrir það. Það er á hugmyndastígi, lítur svo fallega út, Keldnarland, það er bara svona eins og einhver himnaríkis stemning þar, en á endanum trúum við ekki að það muni verða svona. Þetta er kannski mest í veikleiki stjórnmáluna, við treystuðum ekki. Við treystuðum ekki, einmitt. En á móti kemur að stjórnmálaflokkum er refsað mjög grimmilega. Og ég held að það sé bara gott að fólk er ekki flokkshestar er á undanhaldi Veistu hvað það var? Þetta er Reykjavíkurborg að byggja og sprengja klöpp í Vesturbugt hérna rétt hjá til að byggja eitthvað hræðilegt hús sem er ekki mjög vinsælt Nei, einmitt Þannig að við þurfum að þola þess að sprengar annars lagið en þetta er heimurinn, þetta er ekki hvorki rússar en í Bandaríkjum þetta eru verktakar En ef við snúum á græðandis bara að þessum slag sko að því að Heiða Björg er náttúrulega tengd svona þessari kallar það bara gamlu klíkunni í samfélgunni og Hranna Björn er maðurinn hennar og hann var með Jóhönnu og sín tíma sem aðstofamaður og einhvern veginn finnst manni eins og hún sé að reyna að hreinsa sig frá því og segja það er stutt síðan ég kom inn og ég ber ekki ábyrgð á þessu sem hefur gerst og svo er með Pétur Martins sem kemur eiginlega bara alveg glænýr ferskurinn búin að vera reyndar í einhverjum verktaka business sko er samfylkingin til í að svissa bara gömlu samfylkingunni út en þess að ég held að þetta sé alltaf endanlegt ef að Pétur verður valinn að þá er Kristrún bara búin að ná heildar yfiráðum. Já. Er það rétt metið hjá mig? Já, ég held að það sé rétt metið, sko, ég hef heyrt að fólk segir, sko, ef að Kristrún vill Pétur, þá verður Pétur kosinn. Já. En ég er ekki alveg sem að sé svo einfalt að því að Heiða, hún er með sko mikla maskínu á bakvið sig. Ég held að þetta geti orðið tvísýnt. En sko, Heiða, hún kemst ekkert burt frá því að hún er með þennan, sko, póka á herðunum. Sko, hún getur sagt, ég kom ekki nálægt þessu, ég var nú bara rétt svona þetta minn fyrstu spor, það þýðir ekki. Nei, en sko í sambandi við Pétur, hann hefur kjörþokka, það sem hefst kannski vanta, það var alveg eins og Einar Þorsteinsson á sínum tíma, þú þarft að eiga erindi og í rauninni þarftu að fara í 2-3 vikur í þjálfunarbúðir, það sem einhver situr á móti og segir, heyrðu, nú skráum við áherslu málin og hvað ætlarðu nákvæmlega að gera? Sko, það þýðir ekki bara að segja ný sýn, breytingar. Þú verður að segja hvað viltu gera. Og Einar Þorsteinsson, hann uppgötaði að það var eitthvað lið á kjörtímabili og framsóknarflokkurinn var að deyja í skoðanakönnunum. Ég er ekki búin að gera neitt. Og hvað ætlaði hann að gera? Sprengja meirihlutann. Stærsti veikleiki Einars fannst mér líka að hann var fann að verja gerðir fyrir meirihluta. Já. Og þá lenti hann einhvern veginn í því að vera partur af einhverju en ekki það að segja mig langar að breyta mig langar einhvern veginn að kveðja það sem var ekki gott hann hefði ekki talað um það sem var velhefnað og annað en hann var einhvern veginn alltaf komin í vörn fyrir þennan meirihluta og það sem að er kannski svo áberandi í sko að komast út úr einhverju þau eru 5 flokkar núna
og þau eru líka að passa stíga tær og svo kemur Pétur með Heiðubjörgu og passar að sparka ekki í hana heldur. Já. Talar hann sé sósíaldemokrati og byrjar einhverju frösun sem að mér finnst eins og hafi ekkert komið frá hjartanum. Nei, og þetta er það versta við stjórnmálin, þegar stjórnmálamenn sko fara með frasana sína og við sjáum öll í gegnum það og við segjum, við viljum smá einlægni. Bara einlægur stjórnmálamaður, þú veist, hann gæti náðu svo óskaplega langt, en það er eins og sé svo lítið pláss fyrir einlægnina. En mér fannst, og ég held að Pétur eigi ennþá möguleikann, ef hann sko bara fer í upphafstilfinninguna sína. Já. Af hverju langar með þetta? Ekki að því einhver bað mig það og ekki að því að hér komi fullt af röddum að reyna að hafa áhrif á mig, heldur bara, mér langar þetta vegna þess að og ekki taka tillit til þessa flokks, heldur hugsa út fyrir þessu. Á hann möguleika ennþá á því að, eða er hann kannski bara búin að vinna þetta? Veistu, ég veit ekki ef ég ætti að veðja. Ég bara geti, þú veist, heyri frá flokksmönnum sem er segja, sko það er mikill stuðningur við Pétur, það er alveg ljóst. En svo er þessi maskína á bak við Heiðu sem að kann að vinna kosningar. Það ég held þetta, en það getur skipt máli hvað Kristrún vill og það veit allir hvað hún vill. Já. Það gæti landað Pétri í fyrsta sætinu. Ætli Heiðabjörg og sáhluti fylkingar gangi til liðs við voru til vinstri eða þau tapa. Nei, það heldur ekki, en sko, þetta voru til vinstri. Já. Þórhallur, var þetta ekki dæmigert að það tilkynnt þarna, Sanna verður í fyrsta sæti og svo klukkutíma seinna kemur Líf Magnúsdóttir. Nei, ég kannast ekki við það. Og maður hugsar, þú veist, kannski ekki hringt eitt símtal bara, þú veist, í róliheitum. Heima hjá þér, og svo, hvernig er þetta, ég skil ekki alveg, samtættu við þetta? Þetta er svo klaufarlegt. Já, og þetta er svo dæmigert fyrir vinstra fólki sem það er alltaf sjálft að skjóta sig í fótinn. En gleym ekki Sjálfstæðisflokknum, hann er nú búin að vera vandraðast askoti mikið í borginni og til dæmis að nú er Helgi Ást farin út og líklega hefur hann bara fengið þau skilaboð að hann væri ekki fengi ekki framgang, en er Sjálfstæðisflokkurinn ekki bara í sömu vandræðum á allir þessu flokkar? Eru þau ekki bara öll að díla við einhver innanmein og kannski bara fyrir hverju þau eru að berjast? Já, sko, ég heyri nú reyndar að ég heiti vinnu sem er þarna í innsta kjarna Sjálfstæðisflokksins. Hann segir að Sjálfstæðismenn liggja á bænum það að Heiða vinni, prófkjör samfélg, af því að þeir telja hún sé mun auðveldari andstæðingur en Pétur. Sko, ég held að það sé í höndum Sjálfstæðismanna sjálfra. Sko, treysta þeir, að þora þeir að koma endurnýjan lista. Eða sko, hotlustan við gömlu félagana það mikil að þeir munu raða sér á listan og þá verður þetta bara þreyttur listi. Og ég held að Hildur eigi það nú skilið að fá að leiða lista sem hún sjálf sátt við. Já. Og helstu veikleika listans hafi verið að þau einmitt svona völdu fólk úr öllum áttum og hún varð eiginlega ekki eiginlegu leiðtogið þeirra. Nei. En sko annarkvort sko standaðu heila bak við hana eða bara sleppa þessu og hún þyrfti þá bara að ganga út úr þessu. En þess að ég held að þarna síðan tækifærið, hún er búin að standa sér vel en hún, maður finnur það að það er ekki, þau eru ekki alveg búin að finna rétta leiðtogan, en þau samt finna hann ekki. Já, svo er spurningin sko, það skiptir miklu máli fyrir Sjálfstæðisflokkinn sko hvernig miðflokkurinn kemur út með hverjum á Sjálfstæðisflokkurinn að vinna. Viðreisn mögulega? Mögulega viðreisn, ég geta samt ekki alveg treyst á það. Nei. Miðflokki alveg pottþétt, en þá skiptir máli hverjir verða þar og hversu vel miðflokknum mun ganga í kosningunum. Hvað nöfn hefur þú heyrt með leiðtoga miðflokks? Ég hef heyrt Vigdísi Hauksdóttur, Frosti Logason hef ég heyrt sko. Sko ég held að miðflokkurinn eigi mjög sterkt fylgi með ungra karlmanna og líka eldri karlmanna og afsakið karlmanna sem eru reiðir og píldi bitrir. Já, og píldi búin að fá leið á kannski þessari vinstri mennsku sem þú talum. Já, og konunum sem er með öll völd í þjóðfélaginu eins og þeim finnst sko. Og þeim finnst enginn hafa hlustað á sig.
Og þetta, miðflokkurinn er tilbúin að hlusta. Hann er flokkur þessara kallmanna sem er stór kjósendahópur. Og kannski ljóttast kalla þetta incel vegna þess að þetta er orðið miklu stærra, þessi pirringur og í rauninni má segja að það sé búið að ýta allt undir þetta. Viðreisn hefur látið sko miðflokkin fara brjálaðsli í taugarnar á sér og ég held að sko Viðreisn hafi lyft miðflokknum eiginlega mestu með því að pirrast út í allt sem hann gerir. Já, sko það er náttúrulega ekki þannig, en sko það látið þannig eins og allt sem miðflokkurinn gerir og segir sé vont. Og það er náttúrulega ekki þannig. Nei. Og hérna, sko má maður tala um vókið sem ég held að hafa haft óskaplega skadlega áhrif. Þó ég þól ekki reyndar, en þú mátt að gera svo. Já, nei, sko þetta, sko að benda á fólk og segir, heyrðu, þú mátt ekki orða hlutina svona. Þá ertu rasisti, fasisti, þú veist, karlremba. Og þegar þú ert að segja við fólk og gefa til kynna að þú þurfur að vera verðugur til dæmis ef þú ert í Samfylkingunni að Viðreisn. Þú þarft að vera þess verðugur að fá að kjósa okkur. Það liggur við að þú eru að leggja fram sko vottorð. Þú veist, þú sért sko sæmileg manneskja. Þú sért góður kjósandi. Góður kjósandi. Þú veist, gamla Samfylkingin var svona. Þú veist, og hrakti frá sér kjósendur alveg í hrönnum. Og svona meiga flokkar ekki starfa. Ég var alltaf gaman að þegar Logi Einarsson hætti sem formaður Samfylkingarinnar og talaði alveg sérstaklega það á þinginu þá að þau hefðu látið stjórnast á mikið af Twitter og samfélagsmiðlum og kommentakerfum og ég held að þetta sé svo hárrétt hjá honum vegna þess að mér finnst allt og margir stjórnmálaflokkar fari í viðbragðið hvað er verið að tala um á Facebook á Twitter og það er svona vantar einhvern kaldan haus og meta bara, heyrðu þetta bara, við förum ekki, við ræðum þetta ekki, þetta er, leifum bara fólkinu að tala um þetta og það er alltaf eins og þurfum við að skrúa fyrir krana eða slökkva elda stöðugt en það má segja kannski að miðflokkun hafi svona einfaldast og sé að vinna bara með einföldum skilabóðum. Já, sem fólk, sko, við skiljum hvað þau eru að segja, sko, já. En getur hann staði við á endanum? Nei, það verður bara eins og, þú veist ekki, það verður bara eins og einlega flest allir stjórnmálaflokkar á Íslandi, sko, eftir 3 ár segja á kjósendur, býtu, áttu ég að gera þetta? Já. Nú? Áttu ekki að vera svo einfalt? Áttu ekki að vera einsvolt, já, var ekki plan? Já, einmitt, og við förum að hlæja fröðsonum, sko. Já. Svona, þetta er svona Ingu Sæland stíllinn, sko, þá kenna öllum að lesa núna á mjög skömmun tíma og henda 20 byggingakrönum upp í Úlfarsfell, þú veist, og byggja hjúkrunarheimili núna, hérna mjög hratt. Sko, hjálpar þetta mögulega, sko, hópnum hennar að gefa þeim, er þetta hugsað svona skilaboð inn í hennar kjósendur eða er fólki bara sama hvað það segir? Má bara segja allt. Sko, ég líkir að líti úr flokki fólksins en ég held ekki að þau hugsa mjög djúpt. Ég held að segja bara það sem að, sko, þau tala mikið út frá tilfinningu og það getur verið, sko, sætt og sérmerandi en það getur líka verið mjög hættulegt. Af því að þú segir eitthvað sem hún getur alls ekkert staðið við og stundum ferða algjörlega fram úr þér, sko. Og hérna, sko, það vita allir að vandi þessar ríkisstjórnar er flokkur fólksins, af því að það, sko, þau eru svo óútreiknanleg og stundum kunna þau sér bara ekki. Þau eru svo einhvers sko komið í fínt samkvæmi og hérna og fara svona að tralla og syngja þegar það er ekki ætlast til þess, sko. Sem er samt eitthvað líka heillandi. Sem er líka heillandi, er ekki að fitta alveg inn í þetta proper umhverfi. Já, þau er ekki settleg, en það getur líka verið einmitt eins og sætt og sérmerandi og skemmtilegt. Og bara, hressandi. Mér finnst alltaf gaman að eins og að mér þykir líka reynda að vænta flokk fólksins og það byggir á því, sko, að þegar mamma var á lífi og pappi og mamma saman, þá kausuðu alltaf félagshyggju-flokkana þegar mamma var svona félagshyggju manneskja. Eftir að mamma lést, þá fór hann að færa sig meira svona til hægri en líka flokk fólksins og svo var hann að hugsa að kjósa núna í síðustu kosningum af pappi, hérna mögulega miðflokk, sjálfstæðisflokk eða eitthvað slíkt, nema að Guðmundur Ingi fyrir hann til menntamálaráðherra var að fóna flokksins, fór bara heim til pappa, bankaði upp á honum, sat með honum í hálftíma og pappi sagði, ok, að pappi endaði á 30 sæti á lista en mér fannst bara svo fallegt hvað Guðmundur lagði á sig, af því að pappi hafði komið oft á fundi og þeir þekktust eitthvað og
að berjast fyrir kjósendur sínum einmitt, já, og pabbi með hjarta þá bara á réttum stað þarna og var svona nokkuð sannfærður að þetta var rétt. Ég kann alltaf að meta þetta svona banka upp á og tengjast fólki. Einhver flokkur sem eða hópur eða einstaklingur í stjórnmáli sem hefur svona, þú væri bara einhvern veginn til að fylgja alveg út í það óendanlega. Það má líka vera fyrirtíma manneskja. Ég þarf að hugsa ég man bara einhvern tímann þegar ég var krakki og sko pabbi var svona félagshyggjumaður, mamma var svona óútreiknanlegu kjósandi og svo fór þau ekki saman á kjörstað sennilega var pappa passa okkur og svo kom hún heim og búin að kjósa og við þutum allir dyrnar og sagði, hvað kustu? Og hún sagði, ég eitthvað Steingrím að því að hann var svo vinalegur í sjónvarpinu í gær. Þú veist, það er bara manneskjan. Sko. Já. Og það er kannski það sem að samfylgingafólk er svona upp til ópa að gera, eða fólk sem kýs samfylginguna, það er að kjósa Kristrún. Það er að kjósa Kristrún, já, ég hef mikla trú á Kristrún, hún er kannski, allum sé ekki sá stjórnmálamar í dag sem ég hef mesta trú á, að því að hún sko, hún virkar pínlítið köld, en samt þannig að hún sko, geti tekið allir, hún láta ekki slá sig út af laginu, hún fari ekki á taugum og það vill maður. Sko, hvað er það helst vegna þess að, eins og þú segir, sko, svona þessi kaldi haus eða maður upplifur ofta að hún sé svona inn í einhverju kassa og sér þá í rauninni að vinna í plani að láta ekki trufla sig. Er það fyrst og fremst sem að við viljum sjá þess að svona einbeitni? Ég held það og hérna sko fólk sko hún segir eitthvað og við finnum að hún meinar það sem skiptir svo óskaplega miklu máli af því að það er svo oft sem stjórnmálamenn tala og maður finnur ekki að þetta er eitthvað sem var ákveðið bara á einhverjum fundi einhver staðar og ekki sérstök sannfæring á bakvið. Hún virkar sannfærð og hún virkar eins og hún vilji vel og hún ætlar ekki að láta neitt buga sig, hún ætlar að koma hlutum í verk. Mér var nefnilega þessi ríkisstjórn fara vel af stað, svo fannst mér svona með haustinu byrja svona að högta, þau voru að Viðreisn aðeins fara á taugum tíma og byrja að láta allt og marga hluti trufla sig. Og í rauninni má segja að Kristrún hafi mest haldið sjó, það komu kaflar samt sem að maður fann að hún var svona að truflast af umræðu og það sem að mér finnst alltaf ábyrgandi er þegar stjórnmálamenn eru byrjaðar að fara að svona tala hvern annan að hæðni eða sparka með einhverjum hætti að þá er eitthvað farið, hún hefur ekki alveg lent á þeirri vegferð, er það ekki rétt hjá mér? Jú, ég held að það sé rétt sko og ég er hrifin af þessar ríkisstjórn ég stend með þessar ríkisstjórn og mér finnst hún vera að virka en það er óskaplega mikilvægt einmitt að fara ekki á taugum sko, þetta er mjög lýjandi starf og þú verður fyrir árásum og þér líður illa hlýtur að vera stundum og þú hlýtur að efast en ekki láta nokkurn mann sjá það bara halda kúlinu, ef ég má segja það er svo óskaplega mikilvægt og ég held að það hafi sko hjálpað Kristrúnu. Það er ekki skrítið og þótt hún verði óörugg einstaka sinnum, ég held það hendir alla en í meginatriðum þá hefur hún sko haldið andlitinu og haldið sjó og mér finnst vega frábærum fjármálaráðherra og hann það líka gæta sín að sko ekki láta taka svo taugum, hann er í nýju jobbi þú veist, hann er frábær í því bara trúðu því sért frábær og það er líka sko, hann er enda búin að gera svona slatta af klaufalegum mistökum og stundu smá vandræðagangur og mér finnst mjög fyndið til að mér segja að þau voru að tala að þetta sker niður ríkisútgjöld en svo hentan 2 milljörðum í byggingu á einhverju viðbyggingu á þjóðhúsinu og eiginlega renti í flækjum með það og það er svona mikið af mótsögnum sem að hafa komið upp og er það fyrir skatturinn var ekki var svona vond framlagning og vanhugsuð og eitthvað slíkt en á móti kemur sko ef hann heldur upphafselementunum sínum sem voru þetta ég er embættismaður, ég er ekki í átökum ég er ekki að hæðast, þrýða gera grín, þetta er bara svona ef hann nær þessu en ég veist að aðeins fara að missa það á meðan að mín tilfinningu svo til dæmis að mannskið svo Þorgerður Katrín
það sé hún sé einhvern veginn alltaf, hún sé límið frekar en Kristrún. Mín tilfinning einhvern veginn að hún sé alltaf að gæta Ingu Sæland, hún sé að gæta Kristrúnu og sé einhver staðar sko þegar hún annarkvöld út í Brussel eða einhver staðar að hún sé alltaf í símanum að ok, nei, höldum kúli, höldum hérna, er það rétt tilfinning? Sko, hún alltaf svo þaulreind. Já. Og hún þekkir örugglega allar þessar tilfinningar einmitt sko þegar hún lendir í mótsögn, hvernig bresti við ok, ég sagði þetta í gær, ég hefði betur sleppt því, hvernig á ég að koma mér út úr þessu hún þekkir þetta allt saman og ég held að það sé rétt það er auðvelt að sko vanmeta hana ég get vel trúa því að þetta sé rétt að hún sé að miðla sko sinni reynslu mér finnst maður sjá á henni að hún vill að þetta samstarf haldi og mér finnst líka áberandi sko heimurinn eins og hann hræðilegur alltaf en henni finnst svo gaman að þessu starfi hún svo ánað að vera í þessu starfi og hún nýtur sín og stundum reyndar tala hún eins og hún sé bara þú veist, nánasta vinkona þú veist, allra helstu manni í Evrópu sko. Stundum held ég reyndar að sko að við tölum eiginlega þannig eins og við munum breyta öllu. Það er nefnilega málið. Í þessum heimsmálum. Þegar við vitum við skiptum engu máli, við skiptum nákvæmlega engu máli, það er engin hugsun. Hvað segir Þorgerður Katrín á Íslandi? og það var en tíma sem hún sko sagði já við öllum viðtölum og mætti öll viðtöl og stundum var hann bara 7 viðtölum sko öllum fjölmiðlum sömu vikuna eða sama daginn jafnvel. Ég held að hún það sé ákveðin veikleiki það er reynda kostur og stjórnmálum að þessi aðgengilegur en þegar þú ert ekki að segja kannski neitt nýtt þá verður þetta orðið endurtekning á lausnum heimsmálana og viðbragð við orðum Trump í gær eða Macron í dag og þetta er alltaf að taka einhverja svona afstöðu sem maður getur kannski fyrir eitthvað gert í skoðanapistlum eða hlaðvörpum heldur nefnitt í aftur, já. En hérna að maður kjósa ykkur við hérna erum búin að tala svona fara úr og í með hérna borgarmálinu og annað sko að því að við erum bæði búin að vera lengi í fjölmiðlum og þessi kosningalofar sem að virka fersk í dag sem leikskólinni 12 mánaða eða 18 mánaða og göng og sundabraut og allt þetta við erum búin að heyra þetta alla okkar starfsæfi sömu lofurðin hvað segir þetta okkur nákvæmlega ekkert gerði sko en nema vona fólk sé að gefast upp á stjórnmálum í alvöru talað og sko fyrir hverja kosning þá er einmitt talað ný sín breytingar og svo verða bara eiginlega engar breytingar nema bara til ills eins og með sko, öllum ljótu gáma húsunum sem að rísa hérna og við erum að rífast hjól eða bíla í staðan fyrir einhvern veginn að vera sátt við hvortvekja mögulega einmitt og þá horfum maður í þessu við og segir ok, síðust liðin 30 ár hafa allir flokkar meira og minna lofað einhverju sem að er ennþá á teikniborðinu er eitthvað andlit þarna innan seilingar sem að við myndum trúa að myndi breytingur og þannig erum við að horfa Björg Magnúsdóttir, Aðalsteinn Leifsson hjá Viðreisn og Róbert Rúnarsson við erum að tala Einar Þorsteinsson við erum að tala einhvern hjá miðflokki Heiðu, Pétur Martins þú veist, er eitthvað fólk sem að þú hugsar þau eiga eftir að ná öllum þessu göngum og þessum leikskólum í gagnið? Nei. Það er mjög leiðilegt að segja það, nei Þannig að við erum eiginlega búin að drepa þetta. Já. Þú veist, ég er mjög forðast að hvað ætlar Sjálfstæðisflokkurinn að gera? Nú, sko, eigir hann vona því að komast í borgina. En hvað ætlar að gera? Og þeir verða að segja okkur það. Þeir verða einmitt, hérna, það er ekki nóg að segja við erum með plan. Hvert er planið? Sko, í grunninn getur maður sagt að það er oft verið að skamma Sjálfstæðisflokkinn fyrir eitthvað sem gerist fyrir 30 árum. En í grunni getur maður sagt þau hafa talað svo sem svipaðar hluti til dæmis eins og þetta millistjórnendasystem sem að ég held að enginn þori að ráðast á að við erum með rosalega mikið af fólki að stýra og yfirmönnum deilda sem eru jafnvel ekki með neina undirmenn eða við erum bara með rosalega mikið í stjórnendalæginu
ég trúi því til dæmis og nú ætla ég að vera ósvífun að segja að sá sem kemur og segði ég ætla að skera niður fólk um 10% í borginni þetta er náttúrulega brjálæðislega há tala, þetta eru mögulega 800 manns eða eitthvað en ekki á sem sagt þjónustulevel og frekar að færa þá þennan pening og þannig að þú endar mögulega með jafn marga en þú bara fer meira í þjónustuna og minna í þessa minnstýringu fengi einhver atkvæði með svona sleggju getur maður sagt Já, ég held að það geti vel verið Ég ætla að reka 10% starfsmanna Já, þá hlýtur maður að spila það var starfsmaður í ráðhúsinu sem hafði það verkefni að koma leiðbeiningar hvernig ætti að halda á barnaafmæli þú veist, fyrirgefið þurfum mannesku í starfi þú veist, hafði þessi mannesku ekkert annað þarfar að gera í sínu vinnutíma það eru örugglega svona hlutir og stundu þarf að gera eitthvað róttækt þannig að það myndi vel prófa þetta já, við erum alltaf að tipla og svo eru kannski konur svo margir kjósendur sem vinna hjá borginni að það er líka orðin hættan þegar að þú ert komið svo marga opinbera starfsmenn að þú þorir ekki að raska því atvegi já myndið þú fara svona, vaða svona fram ég held að þú ert með elementin í að verða öflugur pólitíkus bara og þakka þér fyrir að þetta hefur alltaf verið svona leyndur draumur að vera í pólitík ég held ekki, en þú hefur meira gaman að fjallum hana heldur en að vera í henni, eða ekki ég get ekki verið í borgarstjórn, ég held að ekkert sé að jafn leiðinlegt en þurfum við til dæmis alla þessa 23 eða 4 borgarfulltrúa nei, það er bara tómt ella þeir kostu 700 milljónir á ári Já, nú ertu farin að hljóma dálítið eins og hægri öfgamennir sem ég þekki. Nei, þetta er bara, þau eru svo mörg. Já, þau eru mörg, já. Í fullri vinnu, Já. Þannig að þetta er ekkit endilega að auðvelda systemið. Nei, ég held að flækið það frekar. Þannig að ég má ekki hljóma eins og öfga hægri, ég má ekki vera félagshyggju, ég má ekki vera bara, en ég má hafa tilfinningar. Það er nokkuð mál sem ég langar svona að þess að, hvað hefur haft svona, ef maður getur sagt hvað hefur mest jákvæð áhrif á því í tíðina varðandi bara borgina þú veist, er það eitthvað í menningarlífi er það eitthvað sem að hefur svona skapað þér svo, segjum bara til einhverju garðar eða er eitthvað sem er svona vel heppnað og við erum stolt af að því að það er rosa auðvelt að tæta þetta allt niður Já, við erum með fín listasöfn það hefur hefnast vel Já. Við erum með Austurvöll og þar var mér alveg þessir stórkostlegu bekkir hefur lagst í bekkina þar ég hef gert það ég hugsaði, heyrðu, þetta er hvernig hafa ekki skrifað margar lofgreinar þetta þú veist, og við erum með fína matamenningi er alveg dásamleg við erum að byggja hræðilega ljót hús en þetta þessi náttúrulega þróun litlir hlutir þannig að fullt af þeim sem að fór ekki í gegnum löng hönnunarferli með mörgum hagsmunaaðilum það er margt gott til dæmis í Hljómskálagarðinum það eru rosalega Elliðaárdalinn er alveg óendanlega fallegur og hefur náð einhvern veginn að verða svona perla það er fullt af þessu með frá strandlengjunni en við ættum að vera sáttari en það er kannski of mikið af slysum, það sem við höfum ekki svona hlustað eða gert tekið nægilega tillit. Já, svo ég vil fá fleiri bekki. Þegar maður er í útlöndum, það er svo gott, þú veist, er maður í fallegum gömlum borgum, fullt af bekki, maður bara sest niður og bara lítir í kringum sig og þeim hefur fjölgað, en það er svona litir hlutir sem skipta máli. Já. Bekkjaflokkurinn setja bekki við hverja götu í hvern garð Framsókn er að fara í gegnum helling og til dæmis eins og nú er að tala Willum til dæmis næsta formann hefur eitthvað heyrt það? Ég hef heyrt bæði hann ætli og ætli ekki þú veist, svo ég held allir vita að Lilja Alfreðsdóttir hefði mikla löngun til að vera formaður en ég verð að segja eins og ég veit ekki hvort að Framsóknarflokknum verður bjargað ég held að venjulegu kjósendur vita ekki lengur fyrir hvað hann stendur kosturum í Framsóknarflokkin er eins og verð sá hann er frábær uppfyllingarflokkur í ríkisstjórn það er að segja, 2 flokkar eru
ákveða að fara saman og svo, við þurfum þriðja flokkin. Hann ógnar ekki. Nei, hann ógnar ekki og hann er svona leiðitamur og þægilegur yfirleitt í ríkisstjórnarsamstarfi en hann hefur farið svo af leið að ég er að velta fyrir hvort ég þekki einhvern framsóknarmann, annan Guðna Ágússon í alvöru talað. Sko, þeir eru allavega, þeir eru ekkert á torgum að rópa ég framsóknarmaður. Nei. En sko, það sem ég finnst kannski veikleikin í Framsókn er að þau urðu mikill einhvern svona borgarflokkur. Mér finnst þau hafa tapað þessum tengslu við landsbyggðina sem að bara að þekkja bæjarstjórana og hérna svona áhrifafólk út á landi, það er nú aðalega kannski á Sauðárkróki og hérna kaupfélagsskapurðingar og útgerð. En sko, maður er svo Willum sem nýtur almennra vinsælda og hann einhvern veginn er ekki þessi, þú tekur ekki afstöðu til hans út frá framsóknarmennsku, heldur meira sem manneskja. Hann er þessi viðkunnalegi maður sem gætur hugsað að kjósa. Já, og hefur eitthvað tilfinningun að hann sé spiltur eða myndi gera eitthvað fyrir prívathagsmuni. Nei, hann virkar einlægur og heiðarlegur og bara flottur maður. En ég er ekki sem að jafnvel hann geti bjargað framsóknarflokknum. Ég held að flokkun sé bara komin í svo mikla krísu. Þannig að þú ert alveg 10 heiðarlega mannesku. Þú veist, það verður mjög frátt að sjá hvað gerist hérna í borginni. Já, en Ingibjörg Ísaksen, hún var nú að tilkynna, hún ætlaði fram og hún er búin að standa sér reynda vel og hún er búin að fara framar í umræðinni, er að berjast til dæmis bara fyrir börn og svona börn í erfiðleikum. Er hún ekki nóg stór ennþá? Nei, hún er ekki þannig. Ég fyllist einhver spenning að segja, eða hugsi, gott fyrir Framsóknarflokkin. Ég myndi gera það að Willum færi fram. Já. Þó ég sé ekki sem hann myndi takast að berga flokknum. En þarf maður að vera svona sterk stærð, eða er þetta karismamál, eða hvað er þetta? Þetta er karismamál. Að sko miklu leyti, þetta er eins og mamma hvað Steingríma, því hann var svo viðkunnalegur og yndislegur í sjónvarpinu. Þannig að hérna, þú þarft að kunna vel við kandidatin eða bara virðingu fyrir mig, svo ég held að fólk beri ósvöldlega virðingu fyrir Kristrúnu Frostadóttur og það kann vel við Willum. Guðrún Hafsteinsdóttir, hún einhvern veginn nær ekki til fólks. Ok, tölum aðeins hana. Hvað er að? Já, hvað er að? Ég ólst upp í blokk. Verkamaðurinn í blokkinni, hann var stoltur af því að kjósa Sjálfstæðisflokkinn. Ég var tekin með á hérna skemmtanir í Háskólabíó þar sem að Svavar Gess var kynnir og Ríó Tríó spilaði og það var ógulega gaman og ég kom þjótandi heim og sagði pappa, við verðum að kjósa Sjálfstæðisflokkinn og pappi sagði, ég vissi það. Þú veist, þar var stemning. Þetta, Sjálfstæðisflokkurinn, hann hefur, þegar ég tala um venjulegt fólk við hérna hægri öfgamennina sem ég þekki, þá verður það sljóður til augnana. Þetta var engan áhuga á venjulegu fólki. Það er svo leiðilegt, þeir vilja bara vera með einhverju elítu. Og Sjálfstæðisflokkurinn, hann hefur nýtt sig við svona, sérhagsmuni í vondafélag, stórútgerðin sem að þjóðin, ég er ekki að lýsa minni þannig að þjóðin fyrirlítur stórútgerðin, það vitum það alls og maður hefur tilfinningar að Sjálfstæðisflokkurinn myndi að fórna öllu til að standa við bakið á þeim sem eiga mest. Og þetta er bara ekki geðugur kostur til að kjósa. Svo hérna hefur flokkurinn, hafa flokksmenn tekið vondar ákvarðanir. Þeir eiga, innan Sjálfstæðisflokkins er þess öflugasti og flottasti stjórnmálamaður samtímans. Kona sem er heiðarleg, hún er prinsípföst og verulega væn manneskja. Og hvernig er ég að tala um? Ég mátt giska. Ég held þú sért að tala um Þórdís Kolbrún. Já. Flokkurinn vildi hann ekki svo fór. Hún sá hún átti ekki möguleika í formanslag. Ok, hún heldur áfram í pólitík. Hún er að brillera, hún er stjarna. Hún er þannig að maður hugsar, vá, en maður mætti velja ráðherra óháð flokkum. Hún er það á eftir Kristrúnu, minn annar kostur, sem myndi vera Þorgerði. Þeir eru flestar konur sem myndi velja. Þetta er reynda gríðarlega öfluga konur. Já. En getur það verið að þeim hafi þótt hún vera orðin of soft
Örugglega. og of nálæg í rauninni hugmyndafræði viðreisnar og mögulega samfylkingar. Já, sko hún er svona nett Evrópusinnuð sem að, sko, hvernig datt Sjálfstæðisflokknum hug? Flokkur sem á að vera hérna, sko, stór og voldu hreyfing að segja, ef þeir eru Evrópusinnuð þá er það ekki heima hjá okkur. Þú verður ekki stór flokkur þannig. Leifðu ólíkar skoðanir. Og þau eru búin að þrengja sig. Þau eru búin að þrengja sig og svo er hræðslan með Miðflokkinn, er að sliga þau. Já. Þau eru að reyna að halda, sko, þessu ég kalla það bara öfgafylgi, sem fer hvort þið er til Miðflokksins. Verið bara, sko, þessi borgarlagi flokkur sem að læta þessi andum venjulegt fólk og mikið óskaplega er það skrítið að hérna, þú hefur örugglega meira vita á íþróttum en ég, en í svona keppnisíþróttum, sko, þá er fyrirliði. Hann þarf ekki að vera besti leikmaðurinn. Nei. En hann veit af styrkleikra félaga sinna og Guðrún Hafsteinsdóttir, af hverju nýtur hún sér ekki Þórdísi Kolbrúnu? Þetta er bara í rauninni, þetta tala góða stjórnendur. Já, við tala góða stjórnendur. Stjórnendur þurfi ekki að vera bestir. Ritstjórnir er alls ekki besti blaðamaðurinn. Nákvæmlega, en hann þarf að vita hvenær hann er góða blaðamenn og hann þarf að vera með einhverja framtíðarsýn og svona hugsa lengri en aðrir meðan þeir verða góðir á deginum eða eitthvað slíkt. En sko, ég var svona pínu bjartsýnn Guðrúnar vegna framan af eða í þessu gimmiki öllu. Ég var það líka, já. Og þá kannski vegna þess að mér finnst hún svona, þó hún kom úr einhverju sko, fyrirtækjaslekti úr Hveragerði, þá er hún búin að vera hjá samtökum iðnaðarins, hún er hörkudugleg, hún er líka svona einhvern veginn, mér finnst hún af gamla skóla Sjálfstæðisflokksins sem hún út að lýsa. En það kemst ekki gegn? Nei, og kannski hefur hún nefnilega ekki það fólk í kringum sig. Nei, sennilega ekki. Þannig að hún er einhvers staðar svona að berjast við einhverjar hugmyndafræðilega stefnur. Sjálfstæðisflokkurinn langar einmitt að vera í kokteilboðunum þar sem að helstu töffara landsins eru og þar sem er svona allt svona sniðut og fyndið og allir bjánar, en hann þorir ekki að vera í blokkunum. Nei, akkurat, ég hef sagt að næsti formaður Sjálfstæðisflokksins þarf að hafa alist upp í blokk. Já, þú veist, í alvöru. Já, í alvöru. Og það er kannski það, annarkvæmt að koma einhvern veginn úr sveit, ég ræð frekar landsbyggðarfólk átt í vinnu, en það er kannski bara, þú veist, bara gerst, en ég ætla ekki að útiloka hitt. En bara þetta að vera einhvern veginn í tengslum við eitthvað sem er að geta labbað göturnar, hitt eitthvað, þú veist, að þú þurfir ekki að hafa eitthvað fyrir því að labba ekki kringluna, að þú getur bara stoppað og talað. Já. Verið erindislaust einhvern veginn meðal fólks. Er þetta bara búin vona einhver sjálfstæð sem að geta þetta? Það er svo, sko, með Guðrúnu, það vantar einhvern veginn hlýjuna. Já. Sko, ég held að þetta sé mjög væn kona. Ég talaði einu sinni að tvisvar við hana og þú veist, bara en fínasta kona, en það vantar þessa hlýju og einhvern veginn að maður skynji umhyggju. Ég get sagði þetta reitt. Ég hitt hana nokkru sinnum og hún hefur alltaf tekið svo fallega utan mig, hún hefur alveg ofsalega hlý nefnilega og svo einhvern tímann spurði ég hana, heyrðu, býtu áttum mann? Já, kærasta. Og svo ljóma hún. Og ég sagði, ef hún næði öllum þessum elementum sem eru þarna inn, að hún væri ekki einhvern veginn alltaf að vera töffari eða nagli. Að leika formannin einmitt. Hún yrði það bara. Já. Og leyfði þessu einhvern veginn bara að koma frá hjartanu. Og ég held hún þurfi aðeins hjálp við það frá flokksfélögum í staðin fyrir að þeir ætlast bara til að hún keyri upp, sé svona tatser típa einhver. Já, en það var eins og Þórdís hérna Kolbrún, sko, eftir að hún komst í stjórnarandstöðu, þá var eins og hún leyfði sér að vera hún sjálf og hún blómstraði og maður sá hann í algjörlega nýju ljósi. Og það er eitthvað þroski. Já, það var nefnilega þroski. Þú sér líka bara mun á Þórdísi fyrir sko 7-8 árum þar sem hún sko var að díla við alls konar í sínum ráðuneytum og að leggja niður nýsköpunar miðstöð og það var mikill hasar út af því og það var svona nagli og yfir í þetta einhvern veginn að ég veit ekki hvort hún bara hann langaði ekki að vera kannski langaði hann bara einhvern veginn að vera öðruvísi stjórnmálamaður eða hvað það var. Já. Getur verið að hún og Þorgerður Katrín séu svo miklar vinkonur
að það séu bara í símasambandi sem að hefur áhrif á að hún ná ekki einhvern veginn að verða sjálfstæðismað eða leiðtoginn. Ég held að fólk grunar alltaf að vera á leið í Viðreisn. Sko, já, hún ætti heim í Viðreisn og það var mikið fengur fyrir Viðreisn að fá hana. En ég held að Þórdís Kolbrún sé sko mjög trygg í eðli sínu. Að það að kveðja flokkinn sinn yrði henni mjög erfitt. Það þurfti mjög mikið að ganga á til að hún gerði það. En ég viss henni líður ekki vel út af vegna að þessi flokkur er bara hræðilegum málum, hræðilegum vondum málum og þess vegna sko þeir sjálfstæðismenn sem ég þekki, nú leggja allt kapp á hana á borginni og svo verður bara komið ljós vill einhver vinna með þeim. Ég hef reyndar einhverja trú á því að þau ná í borginni ef að þau eru svona farin að vinna í þessum jarðvegi með flokkum eins og Miðflokki og Viðreisn. Ég trú ekki öðrun að Viðreisn myndi vilja fara með sjálfstæðisflokki ef það væri ekki eitthvað eins og gerðist með Yngvi Sæland. Já, það kemur svona skipinu ofan, já, frá yfirstjórninni. Svona gerum við ekki, já. Og maður finnur það til dæmis eins og Björg Magnúsdóttir sem að kemur svona sterk inn í þetta og er mögulega, mér finnst hún alveg líkleg leiðtogi Viðreisnar, hún samþykkir ekki neitt svona með hvernig hún hefur talað eins og varandi leikskólamál eða svona þetta bruðl. Þannig að hún, með orðan virðist hún eiga heima með sjálfstæðisflokki. Já. Aðalsteinn Leifsson örugglega líka ef hann verður, hugsaður ef Aðalsteinn Leifsson, Einar Þorsteinsson og Pétur Martinsson verða leiðtogar, þá er þetta alltaf með svona 3 hálskeggjaða léttgráharða menn með kinnbein og skarpar línur. Þú rugglaðum bara öllum saman. Þú rugglaðum öllum saman, já. Það er ákveðin hætta sko að það séð þannig 3 og svo kemur Hildur Björns svona bara kátt og já. Og vinnur bara stórsigur á þessum þríförum. Já, þetta er dálítið líka tímur. Já, og ef að Björg, þú veist, þessna myndi bara, ég myndi, ef ég verið að stilla upp þessu svona út frá liði, út frá heildinni, þá myndi ég segja Björg frekar en Aðalsteinn Leifsson, bara upp á svona einhverja blöndu, Einar verður pottþétt fyrir Framsókn. Er ekki líklegast að, ég veit ekki, ég er rosalega 50-50 hvernig það fer með Samfylkingu. Já, ég er það líka, já. Sanna fyrir Vor til vinstri og mögulega Líf þá í öðru seti. Já. Og Vigdís Hauks fyrir Miðflokk. Það er náttúrulega mjög gaman að fá Vigdísi, það er alltaf gaman að hlusta á hana. Já, sko eins og, sko, mér fannst tíma, ég fekk alveg nóg á tíma, svo fannst mér eins og fólk væri orðið svo, sko, það væri orðið bara tíska að vera vondu við hann. Akkurat. Og ef hún átti góða hugmynd, þá var það kom frá henni, þá var hún drepin. Og þá fólk er svo viðsengjur. Já, nákvæmlega. Og þess vegna fílaði hana, því að mér finnst hún kjarkmikil. Já. Og ég kann vel við kjark. Já. Og þegar fólk svona, og kannski erum við bara byggjum að þau séu öll kjarkmeiri. Já, og sko, það er ekki nóg einmitt og meina eitthvað með því sem þau, við erum svo leið á því í borginni að það, þú veist, það gerist ekkert nema bara, það er verið að þrengja götur og það er verið að uppbyggja fleiri íbúðum með einhverjum bílastæðum og þú veist, og það bara gera fólki erfitt fyrir að lifa. Það á ekki vera hlutverk stjórnmálamanna. Hvernig stendur á því til þess að það getur orðið að kostningamáli að reisa selalög? Já! Nei, í alvöru, sko. Sko, þú veist, ef að Jón Gnarr var í framboði, þá myndi ég skilja það, sko. Já, þá virkar það, en það virkar ekki annars. Það virkar ekki annars. Er það þannig að maður bara svona farin í kjörklefan og hugsi selalögin, þau munu alltaf keyra hann gegn. Þú veist, er maður svo basic? Og líklega er það þannig að við það komið svona mikið þétting byggðar og við erum öll í svona miklu návi í hvert við annað, þá hljótu við einhvern veginn að vilja stjórnmálamenn sem að hafa á tilfinningu hvað við þurfum og hvað okkur langar. Já. Okkur langi einhvern veginn að aftur borgin. Þetta var Putin. Þetta var Putin. og svona hvaða manneski læsus á þetta? Þú veist, hún er ekki einhvern veginn bara innan seilingar neinstað. Í pólitíkin bara fjarlægast þetta
venjulega bara fólk sem að bara lifi lífinu og keyri göttundar. Þetta orðið svona, þetta pólitíkus, þetta fólk. Erum við ekki með, náum við ekki einhvern veginn þessu saman? Já, sko, það svo lengi þá var að keyra bara ákveðinu hugmyndafræði sem var bara, sko, ég fór til Amsterdam á síðast ári og fyrsta sem ég sagði, já, heyrðu, Dagur B. Eggertsson og meiri hlutin hafa örugglega komið oft hingað. Sko, í hver skiptum sem að fór yfir götu var maður lífsháttu. Ekki út af bifreiðum, heldur hjólamönnum. Það kom eitthvað hjólandi fólk, sko, alveg, þú veist, það var alls stóður hjól og hugsaði, þetta draumaborgin, þau farið til Amsterdam, svona ætlum við að gera Reykjavík. Og það er bara ekki praktist, það er ekki hægt. Veist, og mér mjög hlýtti Dags B. Eggertssonar, hann afburða stjórnmálamaður, en sko, það alltaf farið út einhverju öfgar. Mér langar einhvern veginn að fá dag til þess að, hvað þú segja, játa syndi sína og í alvöru, að koma einhvern veginn og að því að hann á þennan langa feril og við getum sagt að hann hafi sett sitt mark á borgina klárlega. Það fullt af mistökum, það fullt af frábærum hlutum. Já, einmitt. Og ég væri einhvern veginn til að gera þetta upp með honum og ég held stundum að við þurfum að gera upp að við erum alltaf að selja. Já. Og stjórnmálamenn að selja okkur eitthvað og þeir líka að selja okkur að þeir hafi verið frábærir þátt fyrir sko að mistökin öskra okkur. Já. Og það kannski að gera upp eitthvað. Ingibjörg Sólrún til dæmis leggur upp í ákveðin leiðangur með R-listanum og það lagði grunninn, myndi ég segja, að þessari borg sem við búum í frekar en kannski síðustu 15 ár. Já. Það var einhver hugmyndafræði sem kom með R-listanum. Já. En þá ætlum ég að spyrja einu, Stefán Jón Hafstein kemur með þessa hugmynd að nú eigi bara að endurvekja R-listan. Hvað finnst þér það? Þetta hræðilega hugmynd. Ég sá það á svipnum bara, þú veist, ég bara, hvernig dettur manninum þetta í hug? Til hvers? Til þess að halda sjálfstæðisflokkur frá völdum. Sjálfstæðisflokkun er ekki fasískur flokkur. Það er ekki ástæður að halda honum frá völdum ef að borgarbúa vilja sjálfstæðisflokkin, þá kjósa þeir hann. Já. Og viljum við vera með sko þreytta gamla vinstra liðinu. Bara til að halda einum flokki. Bara til að já. Þú veist, nei, Stefán, nei. Þú veist, ég vil geta kosið sjálfstæðisflokkin ef að það liggur þannig á mér, en mér líst þannig á þá. Já. Þú veist... Og það getur ekki verið lengur. Ég meina, ég skilda kannski eftir hrun og einhver ár eftir hrun. En sko núna, hvað eru 10 ár, 15 ár fyrir hrunni eða hvað það var, að við erum ennþá að tala um þetta. Já. Við þurfum að halda sjálfstæðisflokki. Nýtt fólk, Hildur Björnsdóttir, hvað var hún gömul? Hún var 15 ára. Já, þú veist, og þetta svo fáralt og þegar það er sko að sjálfstæðisflokkur sé spiltur flokkur í eðli sínu. Ég get ekki, þú veist, ég get ekki þetta er hugmyndafræði sem ég get bara ekki samþykkt. Þetta er bara ofstæki. Já, eðli sjálfstæðisflokksins. Hvenær er eðli félaga samtaka eitthvað? Já, það er svo að segja sko ríka fólk er vont. Já. Það skilur ekki lífið. Já, útgerðarmenn eru glæmmenn. Já, svona alhæfingar. Alhæfingar, já. En hérna, ég veldi sko bara varðandi hvernig raðast til dæmis á lista sjálfstæðismanna. Hvað heldur þau þurfi til þess að vera með þennan lista að þú segir þetta eru góðir stjórnmálum, þetta eru góðar manneskjur. Hvað þarf til? Er þetta fólk úr atvinnulífinu? Er þetta fólk úr kennslu, háskólum? Hvað tikkar í þessi box? Þeir þurfa að koma með áhugaverðan lista en sko, vandamáli er það er erfitt að fá fólk í borgarpólitíkina og ég held að segja því að borgarpólitíkin er frekar leiðinleg. Það er að segja, hún er vonlaus ef þú ert í minnihluta. Ekkert sem þú segir skiptir máli. Ekkert sem þú gerir skiptir máli. Þú hefur engin áhrif. Þannig að þú verður að vera í meirihluta. Og sko, þú verður bara að taka áhættuna, sko, þú veist. Ég bara reikna með því, ég bara stóla á það að ég verði í meirihlutanum, þess vegna ætla ég að skella mér í þetta. Svo situr 8 ári minnihluta. Engin lustar á þig. Það lítur að deyja eitthvað inn í þér. Já, þú veist, á endalausum fundum, já. Og einhvern veginn nógu þungt kerfi, sko, fyrir meirihlutan, þetta embættismannakerfi og ákvarðan að taka. Já. Hvað þá eða út í minnihluta og eiginlega alltaf hrópaði niður. Já. Eða stólið þær hugmyndum. Þannig að ég veit ekki hvort að sjálfstæðismönnum tekst að endurnýja listan á einhvern sannfærandi hátt. Nei, ekki nema það væri bara með ákveðnum svona stórum hugmyndum sem þú ætluður raunverulega að bara að fara í gegn sem að flesti geta tengt við og er ekki kannski of hagsmunatengdar eða... Það ætti að leggja bara fram sko 10 mál, við ætlum að fara í þetta og
og við munum standa við þetta. Já. Veist, við gefum okkur skýrslu eftir 9 mánuði hvernig þessi mál standa við vinnum. Veist, það þarf ekkert meira. Það þarf ekkert meira, nei. ESB-umræðan, svona áður fyrir að slúta. Hvernig slæðir hún þig? Heyrðu, ég skil ekki, sko, nú var ég sjálfstæðisflokkun, ég skil ekki þetta heift og hatur út í evrópska samvinnu. Og sko, ég býst við allir því frá miðflokknum, ekki sjálfstæðisflokknum. Ég veist bara hvað hefur komið fyrir þennan flokk. Og þessar fullyrðingar það að vera koma þjóðinni bakdýra megin inn í Evrópusambandið, það verða að plata okkur, það verða að ljúga okkur. Heyrðu, þetta er einföld kosning. Viljum við sko taka upp viðræður, viljum við það ekki. Og þjóðin fær að ráða. Hvað er svona hræðilegt við það? Það er náttúrulega hræðilegt þegar þjóðin ræður. Já, því hún er svo vitlaus. Hún er svo vitlaus. Nema þarna á þessu augnabliki sem hún kýs þegar það gengur vel. Já, þú veist, mér finnst þetta algjörlega fáránleg umræða. En sko, það er líka sko, ég vil ekki segja hættulegt fyrir flokk, en svona dálítið vafasamt að sko, viðreist þetta virðist vera mál númer 1, 2 og 3 hjá þeim og þetta er eina lifibrauð þeirra, þeir byggja á þessu. Hvað ef þjóðin segir nei? Hvernig ætlar viðreist að bregðast við? Sko, og það er svo hættulegt þegar þú setur sko öll eggin inn í sömu körfuna eins og viðreist hefur gert í þessu máli. Mér finnst það klókt að Samfylkingin hefur bara alls ekkert sett þetta óti. Nei. Og ég upplifði svona stikkfrí í þessu og ég held líka að það er ekkert sérstök stemning kannski fyrir Evrópusambandi núna ef við ætlum að fara að hugsa það sem sko varnarbandalag að því að við held ég að sjá Evrópu út frá alls konar öðrum hagsmunum að það sé eitthvað jákvætt sem komi með því og svona samskipti, skólar og að geta búið þar og jafnvel að fá gjaldmiðil og tengjast þeim. En að fara í Evrópusambandið út frá sko því að forða okkur frá styrjöld einhvers staðar eða innrás, það er einhvern veginn, það er allt annað Evrópusamband heldur en kannski við höfum rætt áður. Og ég held að sko viðreisn ég ekki að nota það. Nei. Þetta sé öryggisatriði, skilurðu. Ég held að virki ekki. Nei, ég held að virki ekki, sko. Og þá fara menn að tala eins og Ólafur Ragnar vegum að tala oftara við Washington en Brussel og eitthvað slíkt, sko. Já. Þannig að ef þú ættir að, ég ætla svona, mér er svo gaman að spá fyrir eitthvað. Og það verða rosaleg velun ef þú er rétt fyrir þér. Okay. Það er þá að koma aftur. Já, og að ég ætla að afhenda þér flugmiða. Nei, ég ætla að afhenda þér vassbyrðir frá San Pellegrino sem er samstagsæðilur minn. Ég held mikið upp á San Pellegrino. Er það ekki? Jú, það finnst mér ákaflega. Þetta er og úr ítölsku upphalds. Já, þetta er upphaldsvatni mitt. Og maður enda ég með það í glöðunum. Skál fyrir því. Skál fyrir því. Og að ég nú fann að tala um mína góðu samstagsæðila. Það voru líka velun frá TM í aukakrónur. Nú sé ég hvaðan launin þín koma. Já, en ég ætla að leyfa þér að njóta þeirra. Og svo erum við með Jysk og sérðu ég keypti þessar hillur inn í gær. Þetta Jysk? Já, þetta er fín. 8.000 kall. 8.000. Þannig að ég keypti 5. Af því að ég get ekki farið upp í vöruhúsi fyrir 8.000 kall, ég þarf 5 og ég mun alltaf geta að nota þér. Já. Og svo er ég náttúrulega með A4. Ó já. Hefur þú séð auglýsinguna þeirra? Jóhann Alfreðs, alltaf eitthvað svona sprell og skemmtilegt. Þú verður að fara á Instagram. Ég fylgi þeim á Instagram. Þeir eru miklu vinir mínu og Reykjavík Fótó sem að hjálpaði mér að græja þetta upp. En ég ætla að fá þetta til spá og það er hvort verður það Pétur eða Heiða. Má ekki bara láta hjartað ráða? Jú. Já, þá ætla ég að segja Pétur. Pétur. Já. Hver verður formaður, leiðtogi Miðflokks í borginni? Vistu, ég get ekki spáð um það. Hver verður formaður Framsóknarflokks? Ingibjörg Isaksen, held ég. Nær Sjálfstæðisflokkurinn að fara í meirihluta í vor? Það er svo 50-50.
Ég hallast frekar að jái, en ég ætla að láta hjarta ráða og segja nei. Segi hjarta nei? Hjarta segja nei. Ok, ég er félags ekki hjarta. Félags ekki hjarta getur ekki sagt, já, það getur ekki sagt, já. Og hver heldur að verði leiðtogi Viðreisnar? Aðalsteinn Leifsson, Róbert, Signý eða Björg Magnúsdóttir? Ég held Aðalsteinn. Já. Ég held að hann sé það bara vel kynntur innan flokksins. En þetta er örugglega allt rangt á mér. Já. Ég fæ engin verðlaun. Nei, ja, kannski Pellegrino. Kannski Pellegrino, já. Frábært að vera með þér. Já, þetta var skemmtilegt. Takk fyrir mig. Takk.